Hönnunarstjóri nýja Landspítalans segir að byggingarnar við Hringbraut verði ekki of stórar. Fyrsti áfangi verksins taki mið af þörfum. Umferð verði ekki vandamál. Fyrrverandi formaður arkitektafélagsins gagnrýndi í fréttum helgina að áform nýja spítalann hefðu vaxið úr 120.000 fermetrum í 290.000 á 10 árum. Kallaði það skipulagsslys. Hönnunarstjóri spítalans segir arkitektinn bera saman epli og appelsínur. Fyrsti áfangi nýja spítalans nú 75.500 fermetrar til viðbútar þeim 73.000 fermetrum sem fyrir eru. Nýbyggingin samanstendur af sjúkrahóteli, rannsóknarhúsi og meðferðarkjarna. Hins vegar munu nærri 48.000 fermetra nýbyggingar til viðbótar tilheyra Háskóla Íslands og Reykjavíkurborg, auk 53.000 fermetra bílageymslu, samtals ríflega 220.000 fermetrar. Seinni áfangin gerir hins vegar ráð fyrir tæplega 57.000 fermetrum í viðbót, en alls óvíst hvenær ráðist verður í gerð hans. Ráðgjafarfyrirtæki hafa metið þörfina mun minni, Ementor mat hana mesta, allt að 180.000 fermetra. En af hverju hafa byggingarnar stækkað? Sú stækkun hins vegar fyrst og fremst tæknirými. Það aukin tækni þörf frá því sem að var jafnvel fyrir fáum árum síðan og það útskýrir hluta af stækkunni. Megin hluti þó þess viðbótarrými sem núna eyrnamerkt Landspítalanum sérstaklega þróunar svæði til framtíðar. En þetta mikil framkvæmd. Setjum stærð húsanna í hlutföll sem flestir þekkja. Þetta meðferðarkjarninn sem hýsir skurðstofur, bráðamóttöku, gjörgæslu og fleira. IKEA húsið hérna í Garðabænum rúmir 145 metrar á breiddina. Það aðeins styttra heldur en meðferðarkjarninn svokallaði sem við sáum á kortinu þarna áðan. Það hús verður eitt af stærsta á nýju Landspítalalóðinni. Það verður tvisvarsinnum hærra en IKEA. Við erum að skipuleggja þessi hús í sömu hæð og verið að gera mjög víða í löndunum í kringum okkur. Við erum alveg á sömu nótum og verið að gera til dæmis í Stokkhólmi í dag. Þá sé það stefna borgarinnar að þétta byggð. Gert ráð fyrir 12.000 fleiri bílum inn á svæðið en nú Helgi Már segir það ekki vandamál. Umferðarmannvirkin voru byggð með þetta í huga. Og nei, við höfum ekki áhyggjur af því og undir það taka bæði vegagerð og umferðarsérfræðingar Reykjavíkurborgar. Frestur til að skila inn athugasemdum við deiliskipulagið rennur út þann 4. september.